Ráðstefnustjóri, góðar ráðstefnugestir. Ég kem frá einu sívinsæla fyrirtæki Isavia sem skilst að sé alltaf á milli tannanna á fólki reglulega og það kannski gott því að þetta fyrirtæki kemur víða við og snertir marga þætti í starfsemi hjá mörgum. Og það sem ég langar að gera, mig langar aðeins að fara yfir svona kannski hvernig við sjáum innanlandsflugvelli. Ég nýlega tekin við þarna sem framkvæmdastjóri yfir innanlandssviðinu sem við köllum núna á ensku því fína nafni Regional Airports Iceland. Því að það stefnir náttúrulega það að við þurfum að selja fleiri flugvelli á Íslandi heldur en Keflavíkurflugvöll. Og við lítum á það sem eitt af okkar hlutverkum að sjá til þess að þessi vellir standist allar kröfur og skoðanir. Þá hérna fyrst þetta fyrirtæki Isavia. Hvað þetta eiginlega? Konum fram hjá Þórólfi, þetta hluti af samgöngukerfi þjóðarinnar, opinbert hlutafélag sem gríðarlega vinsælt líka í íslensku tali í dag. Opinber hlutafélög njóta mikið stuðnings meðal almennings. Það enda þannig að ég held að þau njóti nú kannski svolítið hallmælis fyrir á röngum ástæðum. Menn geta alveg deilt það hvað ríkið á að taka þátt í hvaða rekstri menn eiga að vera með ríkisstarfsemi og hvar menn eiga að fara frekar út í einkastarfsemina. Almennt það þannig í dag að það virðist eins og flestir Íslendingar kinki kolli við því að ríkið eigi bara að sjá meira allt. Við tölum mjög fjárglega samfélagsbanka og við kaupum áfengi ennþá ríkisstarfsmönnum í búðum og þannig að við virðumst nú frekar vera á því að það sé betra að hafa það þannig. Þá hafa menn nokkra leiðir til þess að reka þetta. Menn geta gert þetta í gegnum stofnanir, ríkisstofnanir, svo geta menn gert þetta í gegnum stofur sem hafa ákveðnar sértekjur og svo geta menn gert þetta í gegnum hlutafélög. Og markmiðið með hlutafélögunum auðvitað það að reyna að fá þar inn eitthvað rekstraform sem þá kannski að samsvara sig betur hinum almenna markaði, þannig að menn sé þá að standa í almennu rekstri. Og það kannski það sem að ég ætla að reyna að segja ykkur í dag og sannfæra ykkur að það sem við erum að reyna að gera núna hjá Isavia að breyta þeirri hugsun og koma því algjörlega skýrt fram bæði við okkar starfsmenn og ykkur að Isavia raunverulega ekkert annað en þjónustufyrirtæki sem að þjóna og reka flugvelli á Íslandi. Það svolítið mikill munur á því að það vera stofnun sem að reka flugvelli og viðhalda. Og þessi hugsunarbreyting í vinnslu og verður ekkert rosalega einfaldur. En þetta ansið stór og mikill rekstur, það vinna 1200 manns hjá Isavia og dótturfélögum þess, 1000 manns hjá Isavia sjálfum og þetta svo mikil vöxtur í Keflavík í dag að menn vita ekki hvernig þeir eiga að fara af. Svolítið merkilegt að sjá að það gengur illa manna samt ennþá 4% atvinnuleysi á Suðurnesjum, það einhver önnur pæling svolítið. Það eru heilmiklar eignir og veltan í kringum 23 milljarðar á ári með reka. Flugvallarekstur í mörgum löndum orðinn einkarekstur, til dæmis Kastrup-flugvöllur í Danmörku og hann ekkert í eigu danska ríkisins, hann í eigu ástralsks fjárfestingarsjóðs. Schiphol-flugvöllur í Hollandi, hann í eigu einhverjum fjárfestingarsjóða, þannig að það ekkert sjálfgefið að þetta sé rekið af hinu opinbera. En við höfum valið að gera það og Isavia hefur það hlutverk að sjá til þess. Við lítum á okkur sem hluta ferðaþjónustu, við erum aðilar í samtökum ferðaþjónustunnar og við erum hluti af ferðalagi farþega. Við megum aldrei gleyma því að flugvöllur og það sem kemur þar inn ekkert annað hluti af því sem að ferðamaðurinn upplifir. Ég kem nú aðeins úr flugrekstri áður og maður hefur mjög oft lent í því að farþegar mæta kolbrjálaðir inn í flugvöllina yfir klúðri sem var á flugvöllunum. Og maður verða bara átta sig á því að þetta sameiginlegt ferli. Það tekur lengri tíma í dag á flugvelli að fljúga til Reykjavíkur frá Akureyri heldur en í flugvél. Þannig að menn skuli bara alveg vera klára á því að þetta samfellt ferli og við verðum að líta þannig á að þetta sé okkar verkefni að tryggja eins góða þjónustu sem mögulegt er. Þannig að við erum búin að skilgreina hlutverk okkar. Við skilgreinum hlutverk Isavia sem fyrst og fremst þjónustufyrirtæki. Og þetta fyrir marga svolítið erfitt líka innan Isavia því að ef maður fer aðeins í gegnum söguna hvernig var Isavia til, þá var hér í gamla daga fyrirbæri sem margir sakna sem hét Flugmálastjórn Íslands sem var löggjafarvald, framkvæmdarvald, dómsvald og eftirlitsvald í einni stofnun. Þetta þótti mörgum mjög þægilegt því að menn ákveðu hvað ætla að gera, höfðu svo eftirlit með sjálfur og gerðu það síðan sjálfur. Nú þetta komið til Þóróls og fleira, eftirlit og regluverk, þannig að við heyrum undir og erum háðir leyfisveitingu frá Samgöngustofu eins og kom fram. Við erum fyrst og fremst þjónustuaðili sem að þjónar og sér til þess að viðkomandi flugvallarmannvirki og þá flugleiðsaga sé rekstrarhæf og fylgir þeirra reglur sem í gildi hverju sinni. Og þar erum við fyrst og fremst í samskiptu við viðskiptavininn sem þá flugfélag eða jafnvel ennþá frekar í okkar tilfellum bara farþeginn.
Við erum með yfir 30 milljón gesti sem koma að Ísafjarði á hverju ári. Þeir sem lenda hér og þeir sem fljúga hér yfir í flugleiðsögun og sem stærsta flugleiðsögusvæði í heimi. Þannig að við lítum þannig að við séum bara hluti af þessu ferðalagi þessara farþega og ef við klúrum einhverju þá þetta ferðalag verra ferðalag. Þetta mjög mikilvægt að hafa í huga. Við lítum líka þannig á að framtíðarsýn okkar sé að gera Íslanda enn frekari miðstöð flugs í Norður-Atlantshafi. Það auðvitað hefur byggst hér upp gríðarlega öflugt tengikerfi, fyrst með Icelandair og nú WOW að fylgi kjölfarið. Það sem að fluga milli Evrópu og Ameríku liggur hér mikið í gegnum Ísland og norðurhluti Evrópu bara að stóru hluta hér í gegn. En það eru líka ákveðin tækifæri sem eru hægt að sjá í Asíu. Flug yfir Pólinn að vaksa eftir að Rússar opnuðu það fyrir ákveðnar flugleiðir. Þannig að það mjög áhugavert að velta fyrir sér að það gæti orðið hér einhvers konar stoppistöð líka frá Asíu og tengiflug hér áfram yfir til Evrópu eða Ameríku og síðan héðan og þá til Asíu. Þannig að við lítum á þetta sem hluta af okkar hlutverki og hluta því að byggja upp Keflavík að sjá til þess að þetta geti tekið við þessu hlutverki þetta í framtíðinni. Og þessi mantra okkar hér, við erum bara við hluti af góðu ferðalagi, farþega, bæði innanlands og millilanda. Stefnan í innanlandskerfinu, í dag eru 12 áætlunarflugvellir. Þetta er miklu stærra kerfi heldur en flestir átt að sjá. Það búið að skamma mig 4 sinnum í morgun og það meðal einu sinni fyrir lokaðan flugvöll, þannig að það alltaf einhverju sem vilja sjá fleiri flugvelli. Það í kringum 50 flugvellir á Íslandi sem ennþá opnir, lendingarstaðir og sjúkraflugstaðir, en það eru 12 vellir sem ennþá flogið áætlunarflug inn á. Þá kom aðeins fram í Höskuldum morgun, ég var algjörlega sammála með því að vandi þessa kerfis að þetta hefur aldrei verið almennilega skilgreint sem hluti almennings samgöngukerfis á Íslandi. Ég hef alltaf litið bara á, þetta lestarkerfið okkar. Við getum keyrt, labbað, kannski göngustíðum stundum og svo getum við flogið. Þetta eru ferðamátnirnar sem við höfum. Og ef við ætlum ekki að tryggja það að innanlandskerfið vaxi og dafni, þá lendum við í vandræðum. Við kemum aðeins að því eftir og við höfum áhyggjur af kerfinu og lítum á það sem eitt af okkar markmiðum, vonandi þá með rekstraraðilum og sjá til þess að þróun þar sem hefur verið neikvæð, henni verið snúið við helst sem fyrst. Þetta líka gríðarlega mikilvægt að átta sig á því að þetta stórt atriði varðandi dreifingu ferðamanna um land. Gríðarlega stórt. Það fínt að ræða beint millilandaflug inn á flugvelli og það skulum algjörlega hafa þá hreinu að sú umræða góð. Það verður hins vegar ekkert beint millilandaflug inn á neina flugvelli ef ekkert innanlandsflug Innanlandsflugið beinagrindin og stóðgrindin í öllu flugi innanlands á landinu. Ef Akureyri á að verða 400–500.000 manna flugvöllur eins og við vonumst til eftir kannski 5–10 ár, þá mun það ekki gerast með því að hér verði bara þotur að lenda með millilandafarþega. Það verður ekki svoleiðis. Við verðum að tryggja 200–300.000 innanlandsfarþega og svo koma hinni með. Þannig að við lítum þannig á að þetta sé svona okkar verkefni að byggja upp. Innanlandskerfi verður að fá að fylgja með, bæði með erlendaferðamenn en ekki síður Íslendinga. Og þar hafa menn verið að sjá verulega fækkun undanfarin ár. Vegakerfið okkar mun ekki ráða við þetta. Ég var formaður SAF einhvern tímann fyrir 1000 árum síðan. 2001, ég hef sagt sumum ykkur þessa sögu, 2001 var fundur hjá SAF sem hefði yfirskriftir að 1 milljón ferðamenn viljum við það og hvernig ætlum við að taka á móti þeim. Þetta 2001. Það var hlegið rosalega okkur. Við þóttum þvílíkir vitleysingar að láta okkur dett í huga að hingað vildu koma 1 milljón manns. Það var fullt af spurningum sem það komu með alls konar vegakerfisstruktúr, infrastruktúr, hvernig ætlum við að taka á náttúruperlum og fleira. Það ekki búið að svara einni þeirra og varla byggja klósett síðan 2001. Þetta vandinn okkar í dag. Við þurfum að setjast niður og átta okkur á því eins og kemur frá Þórólfi að þetta kerfi, þetta verður að fylgja með uppbyggingunni og eitthvað 1% af þjóðartekjum fari í því að byggja upp samgöngukerfi sem burðar ásinn í ferðaþjónustu, það einfaldlega ekki ásættanlegt. Verður það ekki til lengdar. Umferðarþróun, fara að tala um skemmtilega hluti eða leiðilega, eftir hvernig þið lítur á. Góðu fréttirnar eru það að eftir nokkuð mörg ár þá virðist eins og samdrættinum sé lokið. Það var smávægileg aukning í innanlandsfarþega fjölda í fyrra. Við hins vegar höfum verið að kalla svolítið eftir því að bæði það að hagvöxtur á Íslandi hefur verið ansi hraður undanfarin ár og það hefur ekki mótað fyrir því í farþegatölum
og maður getur ekki beint séð þó ég veit að erlendu ferðamönnum hefur fjölgað í innanlandsflugi, þá er ekki hægt að sjá það beint í farþegatölum að við séum að fá farþegan inn í innanlandsflugskerfið. Og það bara einfaldlega sameiginlegt markmið okkar og flugrekenda að reyna að fá meira af þessu fólki inn. Þetta markað sem hérna. Við þurfum að dreifa honum og ég kem aðeins að því eftir ef áætlanir stjórnvalda ganga eftir þá var bara eins gott að við náum að vinna vel í þessu. Beint millilandaflug inn á staði, þetta æðisleg umræða, bara við tökum 100% þátt í þessu, þetta hlutur sem verður að gerast, en grunnþjónustan hins vegar áfram eins og ég sagði áðan, hún verður og verður að vera innanfluginu sjálf. Þetta eru tölunar, aðeins bróskall, fyrsta skipti núna hvað í 6 ár, 5 ár, 6 ár. Þetta hins vegar ekki nema 3,2% og ég menna síðast árið fjölgaði ferðamönnum hvað 29% held ég. Keflavíkur umferðin jókst einhver tæp 30%. Þannig að við erum ekki að ná nema mjög litlum hluta því inn í kerfið. En þetta í jákvæð átt og það gott að tala það sem gott er. Ef við tölum flughreyfingar þá hefur þeir fjölgað aðeins meira og það kannski það sem aðeins veldur okkur áhyggjum. Að þegar við þurfum að brjóta farþegana niður þá eru áætlunarfarþegarnir í sjálfu sér bara meira en að standa í stað. Leiguflugsfarþegum hefur fjölgað aðeins og millilandafarþegum í innanlandskerfinu hefur fjölgað aðeins. Þannig að við erum ennþá að glíma við þó ekki samdrátt en ekki beinan alvöru vöxt í farþegatölum. Og ef við skoðum flughreyfingarna þá þetta ennþá greinilegra því að það bara ein súla þar sem að stækka og það grundvöllur alls, kennsluflug og snertiflug og ekki erum við á móti því, Guð forði okkur frá því. Og eins gott að við höldum áfram að mennta flugmenn ef þessi vöxtur og þessi þróun heldur áfram og þá verða menn að taka vel á því. En þið sjáu það í áætlunarflugi þá þetta meira og minna bara flöt lína frá því sem var áður. Þetta bara verkefni sem við þurfum að vinna og hratt. Við sem Ísavía erum auðvitað ekki markaðsfyrirtæki og erum ekki beint að selja til farþega, en við erum bara að reka flugvöll og fyrir okkur það mjög einfalt. Ef það ekki farþegi á flugvöllunum þá þetta ekki tekjur. Þannig að við erum með sameiginlegt markmið með ferðaaðilunum, flugfélagunum eða ferðaskrifstofunum. Og bara aðeins til að sjá þetta svona í samhengi, þá horfum við á þetta hér, sjáum þessa þróun frá 2010, hún búin að vera niður á við allan tíman, þannig að það það sem við horfum á og þetta eins og að Keflavík. Og þetta náttúrulega æðislegt, þetta ekkert nema jákvætt og gaman að sjá þessa gríðarlega vöxt og ekki framtíðin eitt rosalega svört samkvæmt þessu, það bara áætlanir fyrir 2015 gerir ráð fyrir að þessi súla sé líklega heldur og lítil og 2016 eru menn að spá líka verulegum vexti. Þannig að þetta bara Keflavíkurflugvöllur og berandi það saman við innanlandskerfið gefur okkur mynd sem að segir að það verk að vinna. En það góðu fréttirnar held ég séu það að þetta eru náttúrulega farþegar sem eru konur til landsins, þannig að það hlýtur að vera einfaldar að fá þá til að koma í innanlandsflugið heldur en að fá þá kannski upphaflega beint inn á staðina. Þannig að við, eins og segi, þetta bara verkefni sem þarf að fara í og það strax. Og hvað hægt að gera? Ég veit ekki alveg hvort að menn hafa sett þetta svona upp á þér, en ríkisstjórnin kynnti með miklum bravur daginn og menn klöppuðu vel fyrir að það væri vegvísir ferðaþjónustu, gerir ráð fyrir því að tekjur af ferðamönnum gjaldeyristekjur eru 1.000 milljónir árið 2030. Mönnum þótti þetta bara nokkuð gott og menn voru nokkuð glaðir með þessa framtíðarsýn. 1.000 milljarðar fyrirgefðu, sem að skrifa það milljarðar hérna, fyrirgefðu. Þetta náttúrulega bara meira áttar og svona ræðandi aðeins hver að græða mest á þessu, það alveg ljóst að þeir sem að taka mest inn af þessari tekjuaukningu hið ástkæra íslenska ríki. Þannig að þegar menn að ræða hverju að standa strauma uppbyggingu á stofnkostnaði og fleira, þá má alveg benda á að það sé ýmsar tekjur komnar inn frá 2001 þegar tekjur voru kringum 100 milljarðar, eru núna kringum 350 milljarðar. Ég gerir ráð fyrir að ríkissjóður sé búin að bólna svona 50 til 100 milljarða vegna þessar innspýtingar og þetta hefur staðið fyrir mestum hagvexti á Íslandi síðan 2008. Þannig að ef við mennum að gera ráð fyrir 1.000 milljörðum, þá vantarlega heilmikla tekjur í því fyrir því íslenska ríki. Þannig að menn gæti nú tekið business nálgunina á þetta og fundið það út að það væri kannski sniðugt að hraða svolítið uppbyggingu í vegakerfi og samgöngukerfi og innviða uppbyggingu. En svo fara menn að búast við farþegar þessu. Því að ég veit ekki hvað menn hafa átt að sjá, þetta þýðir 4 til 5 milljónir ferðamanna eftir 14 ár. Hvernig ætlum við að fara því? Ætlum við að láta það vera á einbreiðum brúm og ætlum við að vera með það á ómerktum vegum þegar maður ennþá með
vegokslendar og við erum ennþá að leggja lausamöl á vegi og kalla það malbikun á sumrin. Heldur að það gangi. Ég ansi hræddur að menn þurfa að taka ansi vel í þetta og skoða hvernig við ætlum að fara að þessu. Okkar verkefni verður auðvitað að dreifa þeim á fleiri staði, það alveg ljóst. Ef þetta fyrir allt Keflavík, þá held ég að þau eru fjórbreiða Reykjanesbrautin með fljótlega. Ég held að sem ég er gáfulega að reyna að koma fólkinu aðeins kannski út á land og reyna að koma þeim víðar og það er bara verkefni sem ég held að sé alveg hægt að sjá. En þetta eru stærðirnir. Og það þýðir ekkert að segja, já, við fáum bara dýrari ferðamenn. Já, það er flott. Við skulum ná í þá líka, en það verður ekki undirstaðan í ferðarþjónustu upp í 4-5 milljarða og 1000 milljarða í tekjur. Það verður ekki undirstaðan í því. Það verður að vera hinn venjulegi ferðamaður sem að mun vera hér að skila álíka tekjum eins og ferðamenn að skila í dag. Þannig að verkefnið er gríðarlegt. Bæði dreifingu ferðamanna, það þýðir hins vegar líka uppbyggingu á samgöngutækjum þar með talið vegum, þar með talið flugvöllum, þar með talið á því kerfi sem þarf til þess að þetta gangi allt saman upp. Og þar hefur mikið vantað upp á. Eins og ég kom áðan, Ísavegi er oft skammað fyrir það að gera ekki þetta og gera ekki hitt. Við erum í svolítið vondri stöðu. Allar eigur flugvalla, allar eignir flugvalla, allt er ríkiseign. Við eigum ekkert hérna á Akureyri, ekki eina stein völu. Heldur erum við alltaf háðir Höskuld og hans fólki og fjárveitinganefndinni það að láta peninga. Þannig að flughlað á Akureyri, þetta er bara peningur úr ríkinu. Ef það kemur ekki peningur úr ríkinu, þá kemur ekki flughlað á Akureyri. Ég vil breyta þessu, þannig að menn fara að horfa meira á þetta að fyrirtæki eins og Isavia eða fyrirtæki sem er með þennan rekstur geti lítið meira á þetta eins og uppbygging á viðskiptatækifærum, tekið lán, afskrifað, gert þetta eins og venjuleg fyrirtæki en gæsalappa, frekar heldur en að vera alltaf háðið því að fjárveitingavaldi sé að skera niður á hverju einasta ári. Þannig að það er mikið verkefni framöndan, þetta eru gríðarleg tækifæri og þetta er náttúrulega ekkert nema jákvætt. Og við segjum bara innanhluti hlýtur að verða lykilhlutverk í þessu. Það hlýtur bara að vera. Ef við ætlum að ná að dreifa 4-5 milljónum ferðamanna eða 3 milljónum ferðamanna, hver sem tala verður, við erum að tala miklu fleiri ferðamenn, það er bara svoleiðis. Þá verðum við að ná að dreifa þeim hraðar og með hagkvæmara hætti landið og það er verkefni sem við erum í. Vegakerfið, ég meina, það getur vel verið að Þórólfur fara að byggja, hann reyndar byggir ekki en kannski fáum vegakerfina í lið með okkur en við erum að tala um að vegakerfið, núverandi vegakerfið þolir ekki endalausar fjölgun bílaleigubíla þó að Steini væri hrifinn af því, sko. Hvað eru margir bílaleigubílar í dagstinni? 20.000 í ágúst að keyra við vegina. Í þessari tölu væri kannski talan orðið 30-40.000. Já, þetta er 30-40.000 ef við gerum ekkert. Við þurfum bara að fara átt okkur á því. Þetta er bara risaverkefni og ferðaþjónustuna er búin að skapa hér gríðarlega skemmtilega og sterka atvinnugrein og það er bara jákvætt við það. En við megum náttúrulega ekki bara að hafa okkur eins og Klondak og bara stofna bara sífellt fleiri fyrirtæki og hvað er 180 bílaleigur og hvað kom fram 170 fyrirtæki bara í Reykjavík sem erum í eppaferðir. Þannig að þeir sprett upp þessu gorgúlur en það er enginn í sjálfs að vinna alveg í infrastruktúrum. Ég hef engar áhyggjur á hótelum og menn byggja þau. Menn eflaust byggja þau á hratt á tíma og svo vantar einhver herbyggja það að fara menn að byggja aftur. Ég hef engar áhyggjur því að það mun ekki koma sá infrastruktúr sem það er. En kerfið sjálft, náttúran sjálf, vegakerfið sjálft, flugvöllirnir, það er bara við sem getur gert það og það þarf að koma því í gang. Þannig að við verðum bara einfaldlega að ganga út úr því að þetta verður bara hryggjarliðurinn í því að reyna að dreifa ferðamönnum og það er verkefnið og við erum til. Takk fyrir mig.